Við spyrjum einnig hvort að Ragnar Önundarson, sem nýr formaður stjórnar Lífeyrissjóðs verslunarmanna, sé hæfur til að gegna þeirri stöðu. En Ragnar var forstjóri fyrirtækis sem tók þátt í einu umfangsmesta samráðsmáli síðari ára. Tveir stjórnarmenn í VR hafa óskað eftir því að fjármálaeftirlitið tæki til skoðunar hvort Ragnar Önundarson, nýr formaður stjórnar Lífeyrissjóðs verslunarmanna, sé hæfur til þess. Ragnar var forstjóri fyrirtækis sem tók þátt í einum umfangsmesta samráðsmáli síðari ára. Ragnar segist ekki hafa verið málsaðili í þessu máli og undir það tekur nýr formaður VR sem fékk Ragnar að sjóðnum og segist treysta honum. Hinn nýi formaður VR segir ennfremur að ríkari kröfur séu gerðar til bankamanna hæfi en til stjórnarmanna í lífeyrissjóðum og Helgi skoðaði málið. Kæran til fjármálaeftirlitsins snýst fjölmörg atriði sem varða hæfi og jafnvel hugsanleg lögbrot fyrrum stjórnenda Lífeyrissjóðs verslunarmanna eins og greint var frá í fréttum RÚV í byrjun vikunar. Í viðbótarkæru sem send var í vikunni hæfi nýs stjórnarformans Lífeyrissjóðsins, Ragnars Önundarsonar, til setu á stjórnarformanstóli dregið í efa. Ragnar var skipaður í stjórn sjóðsins af meirihluta nýrrar stjórnar VR nýverið. 4 stjórnarmenn í VR greiddu ekki atkvæði með skipun Ragnars og bókuðu andstöðu að sögn eins þeirra Ragnars Þórs Ingólfssonar stjórnarmanns í VR. Nú hafa 2 þessara stjórnarmanna, Ragnar Þór og Bjarki Steingrímsson, varaformaður stjórnar, kært skipan stjórnarformans Lífeyrissjóðsins á þeirri forsendu að í fyrri störfum Ragnars Önundarsonar hafi hann tekið þátt í samkeppnisbrotum. Ragnar Önundarson var forstjóri Kreditkorta HF fram á haustið 2007 að hann hætti þar störfum. Kreditkorta HF sætti þá rannsókn samkeppniseftirlitsins ásamt 2 öðrum kortafyrirtækjum vegna ólögmæts samráðs rúmlega 10 ára skeið. Málinu lauk síðar með sátt þar sem fyrirtækin greiddu rúmar 800 milljón króna í sektir og viðurkenndu brot sín. Sekt Kreditkorta var tæpar 200 milljónir króna. Samráðsmálið var gríðarlega umfangsmikið. Það var með allra hæstu sektum fyrir misnotkun á markaðsráðandi stöðu. Það var nýttar ólögmætt samráð í því líka það var hvoru tveggja. Það var svona næst í röðinni og eftir olíusamráðsmálinu ef þú horfir á þetta út frá fjárhæðum sekta. Nafn Ragnars Önundarsonar aldrei nefnt í úrskurði Samkeppnisstofnunar, ekki frekar en nöfn forstjóra eða annara stjórnenda fyrirtækjana sem að samráðinu stóðu. Hins vegar má lesa þá út úr úrskurðinum að fjölmörg samskipti milli fyrirtækjana verð hafi verið meðal sönnunargagna og því nær útilokað að brotin hafi verið framin án vitundar stjórnendana. Samkvæmt samkeppnislögum, þegar brotin voru framin, var ábyrgð einstaklinga á þeim óljós eftir hæstaréttardóm vegna olíusamráðsins þar sem lögin gagnvart einstaklingum reyndust ekki halda. Þeim var síðar breytt. Brot á nýju lögunum útiloka menn þó ekki frá setu í stjórnum fyrirtækja eða lífeyrissjóða eins og tíðkast raunar víða erlendis. En það í sjálfsög ekki óeðlilegt að stjórnvaldssektum sé beint að fyrirtækjanum sjálfum. Í því felast heilmikil varnaðaráhrif. Svo það önnur spurning hvað samfélagið síðan líður stjórnendunum að gera. Það mat þitt að ykkar í samkeppniseftirlitinu að þeir stjórnendur sem eru í lykilstöðum hjá fyrirtækjum sem þurfa að gangast við sektum vegna samkeppnisbrota að þeirra mannorð sé þar með standi ennþá eftir óflekka þó að fyrirtæki greiði sektir? Þetta auðvitað spurningu þau lög sem gilda á því sviði sem viðkomandi stjórnandi að starfa á. Þetta finnst mér vera skoðunaratriði til framtíðarlitið, hvort það þurfa að horfa betur á þetta, hvaða þýðingu það hefur fyrir stjórnendur fyrirtækja sem hafa átt þátt í samkeppnislega brotum. Hvort að það hafi ekki einhverja þýðingu fyrir þá þegar þeir eru síðan valdir til trúna að starfa í framhaldinu. Það var nýkjörinn formaður VR, Kristinn Örn Jóhannesson, sem átti frumkvæða því að fá Ragnar að stóli Lífeyrissjóðsins eftir hallarbyltingu í VR í vor. Mér skilst að þau samkeppnisbrot sem átt sér stað hjá kreditkortafyrirtækjunum, það hafi verið á eigenda og stjórnarplani, þannig að ég veit ekki hvort sé að gera hann ábyrgan fyrir því, allavega hann var ekki málsaðilega því máli. Hvaðan hefur það hann hafi ekki verið málsaðilega málinu, forstjóri fyrirtækisins?
Já, hann tjáði mér og upplýsti mig það þegar ég spurði hann sérstaklega. Finnst þér að hæfi Ragnars Önundarsonar til að sitja sem stjórnarformaður í lífeyrissjóði verslunarmanna, lífeyrissjóði stórs hluta landsmanna, finnst þér það vera hafið yfir allan mál? Já, ég meina fjármálaeftirlit gerði ekki athugasemdir. Mér skilst að hann sé ekki málsaðili. Þar með málum lokið að minni hálfu. Á heimasíðu VR yfirlýsing vegna kæru Ragnars Þórs og Bjarka vegna annara mála svarað af Kristni formanni. Þar segir: Formaðurinn segir núverandi fulltrúa VR í stjórn lífeyrissjóðsins njóta fulls stuðnings stjórnar VR. Þrátt fyrir þessi orð Kristins voru 4 af 15 stjórnarmönnum ekki á bakvið skipan Ragnars eins og kæran sýnir glögglega. Það kannski ónákvæmlega orðað en hún nýtur meirihluta stuðning stjórnarinnar. Í kvörtun stjórnarmannana í VR til fjármálaeftirlits farið fram á að úrskurðað verði hæfi Ragnars Önundarsonar til stjórnarsetu í lífeyrissjóðnum. Þá koma væntanlega til skoðunar lögum lífeyrissjóði en í þeim talað að stjórnarmenn í lífeyrissjóðum þurfi að uppfylla ýmis skilyrði og að hafa óflekkað mannorð. Síðan segir: Og mega ekki á síðustu 5 árum hafa í tengslum við atvinnurekstur fengið dóm fyrir refsiverðan verknað samkvæmt almennum hegningalögum, lögum hlutafélög, einkahlutafélög, bókhald, ársreikninga, gjaldþrot eða opinber gjöld. Ekki minnst á samkeppnislög þarna en það hefur Ragnar ekki hlotið refsingu fyrir slíkt persónlega þó fyrirtækið sem hann veitti forstöðu og var ábyrgðarmaður fyrir hafi vissulega gert það. Athyglisvert að bera þessi lög hæfi stjórnarmanna lífeyrissjóðanna við lög stjórnir, stjórnendur og starfsmenn fjármálafyrirtækja. Þar eru skilyrðin raunar svipuð utan einnar greinar sem nýleg í lögunum. Þar segir: Þeir mega ekki hafa sýnt af sér háttsemi sem gefur tilefni til að ætla að þeir misnoti aðstöðu sína eða skaði fyrirtækið. Samkvæmt þessu eru því ríkari kröfur gerðar til starfsmanna fjármálafyrirtækja á markaði heldur en til fulltrúa almennra sjóðsfélaga í lífeyrissjóðum landsmanna. Fréttamaður Ríkisútvarpsins sendi í vikunni fyrirspurn til fjármálaeftirlitsins þar sem spurt afstöðu FME til setu Ragnars Önundarsonar í stjórn lífeyrissjóðsins. Í svari FME spurningum málið vísað frá ósvöruðum á þeirri forsendu að eftirlitið svari ekki til hvort mál séu þar til rannsóknar enda komi lög beinlínis í veg fyrir það. Reyndar telur formaður VR að fjármálaeftirlitið hafi þegar úrskurðað hæfi stjórnarformanns lífeyrissjóðsins. Ég hef ekki séð þessa kæru til fjármálaeftirlitsins en fjármálaeftirlitið búið að úrskurða með samþykki sínu eða þögn eins og þeir vinna að Ragnar Önundarson sé hæfur og ég tel hann mjög hæfan, hann hefur mikla reynslu og ég treysti honum fullkomlega.